Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala Núnó og Júníu. Verið velkomin til okkar, bæði tvö. Takk. Byrjaðu bara að segja mér aðeins frá þessu verki. Þetta nýtt íslenskt leikrit eftir tvær konur. Já, það Sara Martí Guðmundsdóttir og Sigrún Huld Skúla. Þær skrifuðu þetta verk og Sara Martí leikstýrði jafnframt. Og hvað þetta? Þetta fjallar þetta gerist í svona fjarlægri framtíð, svolítið svona dystopía. Þetta fjallar Núnó, sem aðalsöguhetjan og hann meistarinn í heiminum. Hann er svona íþróttaálfur þessa lands sem þetta gerist í. Og málið það ef að fólk, það svona skýra reglur í þessum heimi, þannig að ef að fólk ekki besta útgáfan af sjálfum sér eða skarar ekki fram úr á einhverju tilteknu sviði, þá það annars flokks stegnar. Og ekki nóg með það, heldur þegar fólk byrjar að hætta að skara fram úr, þá fær það illvígan sjúkdóm sem að kallast þokan. Og þokan þannig að maður verður ósýnilegur. Og og við erum ekkert að eyðileggja neitt með því að segja að Núnó fær í upphafi verks þokuna. Og hann skilur það ekki af því að hann besti íþróttamaður alls landsins Og þá hefst ævintýri af því að það kemur einhver manneskja og leitar hann uppi og þau fara saman í ævintýraleit að leita að lækningunni. Og þú þá væntanlega, sýnist mér, giska já. Ok, við skulum segja það. Já, við skulum segja það. Já, ég leik sem sagt Júníu og hún ósýnileg. Og hún sem sagt kemur frá þessa hluta heims þar sem að fólk ósýnilegt og kemur til Núnó til að fá hann til að koma með sér að finna lækninguna eða ástæðuna fyrir því að fólk fær þessa þoku. Þetta alveg augljóslega dálítið mikil ádeila og það sem að ég töluvert rætt í dag, ekki síst á svona þessum tímum samfélagsmiðla og kannski fullkomnunar áráttu og kröfu hörku samfélagsins. Það hlýtur að hafa í ímyndum með þið legið saman þegar þið eru hérna á Akureyri að æfa. Hversu mörg samtöl búið að taka nákvæmlega þetta á heimilinu? Þetta allavega rætt allavega á hverjum degi, ekki 2 á dag. Einmitt. Hvernig finnst ykkur þetta skírskota í það sem að gerast? Ef við svona bara horfum aðeins út frá því, bara ykkur sem manneskjum. Hvað? Já, sko, ég til dæmis ég líka framhaldsskólakennari og ég með, bara kenni mikið af ungu fólki og þetta ótrúlegt hvað mikil pressa sett á unga fólkið og ekki bara framhaldsskólanemendur, heldur bara grunnskólanemendur líka að vera bestir í náminu, vera með flottustu myndirnar á Facebook og samfélagsmiðlum og fá flestu lækin og þetta. Og vera besti í íþróttunum og einhvern veginn að vera að gera 15 hluti allt í einu Þannig að svo þetta endar á því að allir verði bara kviðnir og eru kannski bara að lokum einmana. Það kannski svolítið stóri hlutin að allt þetta býr til bara einmanalega og kannski þunglyndi og kvíða. Það ekkert svona fullkomið. Nei, nefnilega ekki. En þetta hefur í alvörinu, þetta ótrúlega svolítið skrítið að reyna að skoða þetta í dag. Hversu mikið, þetta búið að gerast einhvern veginn, það svolítið síðan að interneti kom en samt einhvern veginn núna erum við svolítið, finnið ekki svolítið fyrir því að fólk áhugasamt að velta þessu fyrir sér. Algjörlega, og maður sér þetta ekki bara einmitt hjá unga fólkinu, maður finnur þetta líka hjá sjálfum sér. Og maður fer að hugsa bara, þú veist, af hverju lætur maður svona, af hverju gerir maður hluti, af hverju sækist maður eftir viðurkenningu og þetta, eins og við höfum mikið rætt instant gratification, ég veit ekki alveg. Jú, fá lækið strax. Já, fá lækið strax og sjá árangur strax og ef við fáum það ekki eða sjáum það ekki, þá erum við með svipuna á okkur, þú veist, og þetta eiginlega bara alveg ömurlegt. Þannig að, þú veist. Leiklistaformið snjallt tæki til þess að vekja á athygli og skapa svona umhugsun þar sem þú getur farið í svolítið svona ýktu umhverfi og jafnvel svolítið fyndið til þess að geta haldið áfram einhvern veginn þroskaferli samfélagsins? Algjörlega, ég held að sé bara, það tilgangurinn með þessu listformi held ég. Þú veist, að fá fólk til þess að svolítið spegla sig og aðeins hugsa út fyrir kassan, Mér finnst það svo rosalega oft að því ég tek nú oft viðtöl við leikara og listafólk og passjónið svo augljóst á bakvið, ekki bara endilega það að standa á sviði og allir eru að horfa á mig, heldur það sem ég hef að segja. Það hvati hjá ykkur? Algjörlega, og það það sem að
það svona allavega eru við held ég í þessu starfi að sem sagt að segja sögur til þess að hafa áhrif af því þú veist, maður er að þessu til þess að bara sýna einhverju nýja vídd á lífið þú veist, og hvernig heimurinn er á annan hátt og þú veist, bara einhvern veginn svona að bara grafa þess undir yfirborðið og til að skilja kannski mannlegt eðli þú veist, og þú veist, að taka ekki allir sem sjálfsögum hlut við höfum alveg rétt á því að vera með gagnrýna hugsun og skoða hlutina frá öðru samhengi sko. Og kannski þroska sjálfan sig, eins og þú varst að segja, horfa á þig, af hverju, þú veist, að þetta er alveg hjá okkur öllum. Já, Að, þetta er svolítið, við erum nýbúin að ræða einmitt, þú veist, að horfa á hlutina einhvern veginn út frá stærra samhengi, þú veist, og verkið, þú veist, hvað þarf að skila sér, þú veist, að horfa það í stóra samhenginu, það snúist ekki einhvern veginn egóið eða hvernig maður lítur út eða, þú veist, allt þetta sem við höfum öll í okkur, sko. Og einmitt þetta sem þú varst að segja, þegar þú varst að tala framhaldsskólakennari, ég held að þetta sé einmitt ekkert endilega síður hjá svona miðaldra kellingum og Akureyri heldur en einhverjum skilur yngri, þetta er ekkert endilega, en við tölum svolítið þetta sem úlingamál. Já, þetta er alveg rétt. En þetta er enda fjölskyldusýning, þetta á í rauninni að þetta höfðar til allra. Allir eiga eftir að geta svona aðeins spegla sig held ég og hugsa bara. Þannig að þetta gæti verið kannski tilvalið fyrir fjölskyldur einmitt til þess að geta átt síðan kannski í samtali eftir á. Já. Algjörlega. Hvaða aldurshóp? Það er verið að ganga út frá 6 ára plús held ég. Já, 6 ára svona er svona algjört lágmark held ég. Já. Að þetta er alveg svona, svolítið svona saga sem er svolítið Þar smá þolinmæði. Já, það þurfum að fylgjast með en þetta er alveg algjörlega fjölskyldusýning sko og það hafa allir gaman að henni. Og þetta er afmælissýning Leikfélags Akureyrar. Það er náttúrulega 100 ára afmæli Leikfélags Akureyrar fyrir sko ekki bara Akureyringa heldur held í landsmenn er náttúrulega bara stórt moment í sögunni þannig að Þetta er risa. Þetta er risa, þetta er alvöru. Og mikil heiður að fá að vera hérna og taka þátt í þessari sýningu. Algjörlega. Og svona að lokum, getið ekki sagt okkur eitthvað, hvað ætti að draga okkur á stað? Þetta er þótt fyrir þetta sé ádela þá séu það einhvern veginn bara í augunum á okkur, þetta er líka pínu fyndið. Við erum alltaf svo komiski frá. Já, þið eru bara með fyndið andlit. Þetta er ógeðslega flott sýning og við erum ofboðslega stolt af henni. Hún er rosalega sjónræn. Já, mikið augnakonfekt. Já, tónlistin alveg geggjuð og við segjum sjálf frá. Já. Bara allir í leikhús, öll fjölskyldan. Algjörlega. Þetta er á ótrúlega vel við. Yndislegt. Mér finnst þetta hljóma mjög spennandi. Bara gangi ykkur, poi. Poi. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að taka mót okkur. Og að gera að kíkja inn á mag.is þar sem að væntanlega er hægt að fjárfesta í miðum og eiga góða stund með fjölskyldunni en við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.